Jæja, bara til hamingju með sigurnum, til hamingju með að komast upp í úrvalsdeild kvenna. Þarna, hvað segja, fyrstu viðbrögð eftir góðan sigur? Bara ánægður að markmiðið náðist. Þetta bara, við ætluðum okkur upp. En ég kannski sá ekki fyrir að við myndum ekki tapa leik. Það var svona kannski svona, það kom mann á óvart. Þannig að en við bara stemdum á þetta og við bara ánægðum með stelpurnar að hafa klárað þetta bara með stæl. Síðustu 2 leiki voru bara öruggir þannig lagað. Eftir fyrsta leikin var töluð um þessar taugar og það sást bara ekki að væri mikla taugar í liðinu núna. Hvernig líst þér á sama hóp? Við væntanlega með einhverjum auka leikmannum kannski, en hvernig líst þér á þennan hóp upp í úrvalsdeild? Er það tilbúnar? Já, ég held að alveg sýnt að liðið á erindi í efstu deild. Það sé engin spurning og þetta einhver munur á þessum deildum. En við höfum nú aðeins svona, við höfum spilað við Snæfell hérna nokkuð sinnum æfingarleiki og Keflavík í bikarnum, þessi lið voru ekkert að pakka okkur. Þannig að það verður bara gaman. Þú veist, maður vill ekkert vera með einhverja yfirlýsingar, það er bara, þá er það bara að láta verkinn tala á næsta tímabili. Það er bara næsta verkefni. Já. Það er bara aðeins aftur á leiknum. Fjölnisstúlkuna aðeins eitthvað stríð ykkur í þriðarleiknum. Hvað fannst þið þurfa að breyta einhverju eftir þriðarleiknum til þess að taka aftur völdin á leik? Við bara alveg eins og við gerðum í Dal og svona í daginn, að mætum við bara með gott forskot. Við erum bara línar og við erum að hægja á öllu og svona hættum að stíga út almennilega og svona hættum að keyra almennilega á þær. Þetta var bara, það gerist oft að liðið ná þægilegu forskoti. Þá einhvern veginn hættaði að spila eins og við vorum að gera þegar við náðum þessu forskoti. Og við náttúrulega töluðum það í hálfleik, við ætluðum ekki að gera það. Út af þessu var kannski seinni hálfleikurinn aðeins leiðilegri, en fyrri hálfleikurinn bara virkilega góður hjá okkur. Ég var ánægður með leikinn í Grafarvogi, ég fannst hann besti leikurinn okkar í vetur. Svo þessi fyrri hálfleikur hérna, hann var bara besti hálfleikurinn okkar, þannig að við ætluðum að toppa einmitt í restina og spila okkar besta bolta þá. Þannig að ég nenni ekki að vera kvarta yfir spilamennskunni í þriðarleikum. Nei, þú hefur ekkert upp á sig hérna. Nei. Herðu, það voru nokkri gamli reynsluboltar mættir upp í stúkuna til að horfa á loka leikinni og sjá okkur verð í úrvalsdeild. Áttu vona einhverjum svona gömlum leikmannum að koma aftur núna og hjálpa KR að gera eitthvað góða hluti í úrvalsdeildinni? Hildur Sig, Helga Einars, hver veit? Hvað veit maður? Ég náði allan að fá inn í þetta leikmann sem var hjá mér hérna, þetta eina tímabil sem ég var með kvennalið KR hérna 2010. Náði að hóa í unnutöru aftur inn. Við náttúrulega mistum hérna leikmenn fyrir tímabilið og ég náði að plata unnutöru aftur í þetta. Hún var í gamall leikmaður hérna hjá mig hérna 2009-10. Ég reyndi að fá Köru hérna líka. Það tókst ekki. Það takist það næsta ári? Þú veist, kannski bara það verður gaman að fá einhverja gamla KR-leikmenn, en flestar eru nú hættar. En það er kannski komið eitthvað að starfinu eða eitthvað. Það er alltaf gaman að fá nokkra reynslubolta inn í þetta unga og efnilega lið ykkar. Já. Það þarf að vera þessi balans og ungum og eldri og reynslu og minni reynslu og þetta. Þannig að ég er bara ekki vann að pæla í þessu. Ég er bara búinn að vera svo einbeitt á verkefnið. Ekki hvað ég oft búinn að fá einhverja spurningar næsta vetur, það er ekki komnar upp og hvað ætla að gera næsta vetur. Þannig að gefðu mér einhverja daga og þá er ég kannski eitthvað búinn að fara að horfa í næsta vetur. Þá get ég svarað einhverju meira. En allavega í bili, er ekki frí æfing á morgun? Jó, ætli það ekki. Það er ekkert orðið, það er ekkert búið að gefa neitt út samt. Til hamingju með sigurinn og